Komiði sæl. Að kunna nota kónginn sinn í endatöflum mjög mikilvægt. Og það ágætt að þekkja það að kóngurinn jafn fljótur að fara beint áfram og að fara á ská. Fyrir framan okkur erum við með dæmi úr skák sem var tefld árið 1921 og hvítur lék í þessari stöðu kóngur E6. Það alveg ljóst að til þess að vinna skákina þá hvítur að ná svarta peðinu á A7, en ætli svartur að ná jafntefli verður kóngurinn að komast á C7 reitin. Þannig að besta tilraun svartur að ná jafntefli að leika kóngur C3. Hvítur lék í skákinni kóngur D6 og eftir kóngur D4 og kóngur C6 þá kom svarti kóngurinn hinum megin við hvíta kónginn og svartur hélt jafntefli í þessari stöðu. Hvítur á enga leið til þess að losa kónginn sinn úr horninu og ef hann leikur A7 þá hann patt eftir kóngur C7. Það sem að hvítur hefði getið gert betur í þessari stöðu eftir kóngur E6 og kóngur C3 var að fara með kónginn sinn á D5. Eins og við vitum þá ætlaði hvítur að fara með kónginn sinn á B7 reitin til þess að ná A7 peðinu og hann jafn fljótur að fara beint yfir á B7 eins og að fara fyrst á D5 og svo á B7. Og það sem hann græður á því að fara á D5 að hér lokar hann svarta kónginn af. Þetta stundum kallað body check í skák. Svarti kóngurinn kemst ekki nær hvíta kóngnum og þarf að fara lengri leið. Body check tekið úr ísokki, þar sem menn nota líkamann til þess að ýta andstæðingnum frá og það nákvæmlega það sem að hvíti kóngurinn að gera hér. Eftir kóngur D5 getur svartur reynt kóngur D3 en í þessu afbrigði þá var hann einu tempó eftir með afbrigði áðan og eftir kóngur C6 og kóngur D4 þá nýtir hvítur sér þetta tempó með að koma kóngnum sínum á B8 í þessari stöðu og vinnur með að leika A7. Svartur getur reynt eftir kóngur D5 getur reynt kóngur B4 en eftir kóngur C6 og kóngur A5 þá vinnur hvítur á svipaðan hátt áðan með kóngur B8 og svo A7. Við skulum líta næst á þekkt skákdæmi. Þetta skákdæmi gert af Richard Reti sem einn af sterkustu skákmönnum gamla tímans frá 1900 og eitthvað upp á 20. aldarinnar. Hér það hvítur sem á leik og á að halda jafntefli og það hljómar ótrúlega þar sem að hvíti kóngurinn stendur ákaflega illa út í horni, svarti kóngurinn mjög nálægt hvíta peðinu og svarta hápeðið langt á undan hvíta kóngnum. En hér getur hvítur nota kónginn sinn þannig að hann gerir nú verið tvennt í einu. Hann stoppi bæði peðið og hjálpi sínu peðið að komast upp í borð. Við sjáum strax að dugar ekkert fyrir hvíta kónginn að elta svarta peðið með kóngur H7. Peðið stingur bara af og kóngurinn nær peðinu aldrei. Besti leikurinn kóngur G7. Þið munið, kóngurinn jafn fljótur að fara á ská eins og að fara beint og hér alveg jafn gott að fara á ská og hafa auga með hvíta peðinu líka. Svartur getur leikið kóngur B6 til þess að ná hvíta peðinu. Ef svartur leikur í staðinn H4 þá leikur hvítur kóngur F6 og eftir H3 leikur hvítur kóngur E7 og þá allt í einu kominn í námunda við peðið sitt. Eftir H2 og C7 þá fær hvítur líka drottningu og ef svartur reynir kóngur B7 þá kemur kóngur D7 og peðið verður á drottningu næsta leik. En eftir kóngur B6 í þessari stöðu þá kemur samt kóngur F6 sem hótar kóngur G5 og komist hvítur þangað næran peðinu og tryggir sér jafntefli. Sjáum kóngur drepur C6, kóngur G5 bara jafntefli. Þannig að svartur verður að reyna H4 þá kemur kóngur E5 sem hótar að fara með kónginn á D6. Sjáum að eftir H3 kemur kóngur D6, H2, C7 og drottning og þetta bara jafntefli, báðir með drottningar. Og ef svartur reynir í staðinn í þessari stöðu hér í staðinn fyrir H3 að taka peðið þá kemst hvíti kóngurinn á F4 og stoppa svarta peðið og tryggir sér jafntefli. Þannig að kóngur G7 var lykileikurinn til þess að hafa bæði auga með peðinu á H5 og sínu peði á sama tíma. Munið, kóngurinn jafn fljótur að fara á ská eins og að fara beint. Takk fyrir.